Ok, komið sæl. Hvað segir þá? Hvernig gekk ykkur með þjónin? Vel, já. Já, flott. Þetta er flott kerfi sem strákarnir gerði hérna í sumar. Og ef þið sagði bakvið það, þá er það mjög vel gert líka. Það er vegna þess að það er hægt að tengja hvaða Python-kóða sem er inn til þess að búa til verkefni. Þetta á örugglega að nýtast í mörgum námskeiðum í framtíðinni. Í gagnarskipan? Hjalti er akkurat að vinna í þessu, þannig að hann mun örugglega nota það næst. Notar það núna í verkefnilausnum. Ok, komið sæl. Flott. Hvað segir þá? What? Hvernig gekk ykkur með þjónin? Vel, já. Kveikt á hverju? Ég var bara hérna. Ég sagði bakvið það, það var mjög vel gert líka. Það er vegna þess að þetta tengja hvaða Python-kóða sem er. Var ég búinn að starta hérna einhverju? Já. Þetta áður. Myndarinn er komin í sér. Já, ég glemdi að séra myndin, já. Takk fyrir. Akkurat. Hérna. Talandi endurkvæmni, er þetta ekki flott hérna svona myndræn endurkvæmni? Það var akkurat eitt af því sem skoða núna. Ok, herðu, við ljúkum núna þessum inngangskafla og klárum það inngangsefni sem við þurfum til þess að glíma við restina. Það sem eftir útastendur eru viðbótaratriði varðandi greiningu og reikniritum. Og sér í lagi ætlum að skoða það sem kallast vaxtarhraði eða order of growth á ensku. Hversu hratt föll vaxa. Sér í lagi höfum áhuga á þeim föllum sem lýsa tímaflækju. Tímaflækja getur verið flókin að greina en málið er að langoftast er það bara mjög ákveðið. Það er bara örfáar tímaflækjur sem koma yfirleitt við sögu. Við sjáum til dæmis, ef við plottum þetta á þessum log-log-skala þá sjáum við línulega tímaflækjur, það er svona akkurat x beinlína. Linja-rithmik, það er þegar það er n log n. Það vex aðeins hraðar en hérna línulegt, en samt það nærri að rauninni verður þetta næstu alveg samhliða lína sem bara liggur rétt fyrir ofan. Og sér fáum við hérna brattari línur fyrir annað veldi og þriðja veldi. Veldisfallið hins vegar eiginlega stefnir bara beint upp. Það er það mikil hraði og það skiptir það miklu máli hvort maður nota veldisfall eða margliðu. Og það er síðan miklu hraðara heldur en nokkur lograföll. Lograföll sjáum við á log-log-plotti sem eitthvað sem er aðeins meiri heldur en fasti. Það eiginlega vex svo hægt að eftir nokkur skref þá er eiginlega engin munur. Ef við skoðum það út frá því hvaða áhrif þetta hefur á tímann sem það tekur, þá er til dæmis sniðugt að skoða svona töflu sem sýnir hvaða stærðarverkefni er hægt að leysa ef maður hefur nokkra mínútur yfir að ráða. Og hvernig það er breyst með tímanum. Skoðum þetta hérna frá 1970. Þar gátum við ráðið við 1.000.000 stök ef við vorum með línulega tímaflækju. Ef það fór upp en í öðru tímaflækju þá er það ekki nema einhver 100. Ef það er veldisfall þá ráðum við ekki við nema 20 stök. Og svo eykst þetta alltaf eitthvað spennandi sem gerist hérna. Það verður. Já, það er eitthvað lítið batteri hérna. Ok, stutt pása.
Ok, back in business, það ekki. Nú, eins og þið vitið þá hefur tölvuafl fylgt hérna lögmáli Moores. Lögmál Moores rauninni talar hversu marga smára eða nóra hægt að tróða fyrir á ákveðnu plássi. En það hefur líka fylgt því að tímahraðinn, það er að segja hversu hratt tölvu geta leyst og plássið, það er hversu mikið minni þær hafa líka vaxið með veldisfalli. Það eru tvöfaldast það byrju hverja 18 mánuði. Sem betur þess ok, tölvuafl hefur aukist mikið, þannig við ráðum við miklu stærri verkefni og í 1980 getur ráðið við hérna 20 miljóna, 1990 100 miljóna, 2000 biljónir staka ef við erum með línulega tímaflækju. Hins vegar bætingin ekki eins afgerandi þegar við erum komið með mikinn aukna tímaflækju. Til að mynda fyrir n í þriðja þá vorum við með 100 staka og erum núna komið upp í 1000 staka. Það er alltaf synd. Þó þetta langverst þegar við hérna skoðum veldistímaflækju. Við fórum úr 20 og erum núna komin upp í 30. Sem ekki mjög gæfilegt. En málið eiginlega það að eins og ég sagði í síðasta tíma, það ekki bara það að tölvuafli eykst, það líka plássið eykst og þess vegna stærðina verkefnum sem við þurfum að glíma við eykst líka. Þannig að ef við erum komið með enn í öðru eða enn í þriðju tímaflækju, þá eiginlega verða tölvuaflar hægverkari heldur en hitt. Þannig við verðum að hafa annarkvort línulega eða aðeins ríflega línulega tímaflækju til þess að geta ráðið við það sem við viljum geta gert. Og þó að það sé hægt að besta kóðan á marga vegu, þá grunnurinn reikniritið bak við það, þannig að það lykilatriði að átta sig á skilvirkni hvernig það eykst með stærð inntaksins. Og það þessi vaxtarhraði. Hérna sjáum við dæmi mismunandi vaxtarhraða, hvernig það getur birtist. Við erum til dæmis með eina lykkju, þá það línulegt. Ef við erum með tvöfalda lykkju, til að prófa öll pör til dæmis, þá það enn í öðru. Þreföld lykkja enn í þriðja. Dæmi n log n, þá sjáum við sjáum það núna eftir viku eða svo, þegar við fórum að skoða merge sort röðunarreiknit. Röðun dæmi eitthvað sem erfitt að gera á línulegu tíma en aðeins ríflega línulegu tími dugar. Logarithmísku tími sjáum við þegar við náum að helminga inntaki alltaf í hverju umferð. Og við sjáum dæmi það rétt og þetta svokallaða tvíundaleit sem við kannast aðeins við. Hvenær kemur annars veldistímaflækja við sögu? Það þegar við ætlum að prófa alla möguleika. Þegar við erum með gjörsamlega það sem kallað jarðýtu árás. Ef við ætlum að prófa alla möguleika þá verður það yfirleitt veldistímaflækja og óviðráðanlegt. Skoðum aðeins hérna tvíundaleitina. Þið munið sjálfsagt hvernig það var, okkur gefið raðað fylki og eitt stak og við ætlum að finna stakið í fylkinu. Hugmyndin svo að skoða alltaf í miðjuna. Skoða miðjustakið, ef það virkar, ok, þá erum búin, annars förum við vinstra megin eða hægra megin. Hérna demo sem við getum skoðað. Já. Hérna demo af síðunni, af vefsíðunni bókarinnar. Akkur þetta svona leiðilegt eitthvað? Svona. Það segjum við ætlum að leita 33. Byrjum 33 við stakið í miðjunni. Ok, við finnum að það minna heldur stakið í miðjunni, þannig að við förum vinstra megin. Við þurfum bara að skoða þau stök sem þar fyrir neðan. Sem segir okkur við getum hent út helminginn af fylkinu. Eftir situr bara hlutfylki sem helmingi minna. Aftur, byrjum 33 saman 25, það stærri en 25, þess vegna getum hent út 25 og öllu því fyrir neðan. Nú, en aftur búin að helminga stærri en fylkinu. Helmingum og lokin erum við komin bara eitt þak og þar var stakið. Það gerist ef stakið ekki í fylkinu,
við fylgjum sama ferli nema þá endum við á því að vera komið tómt fylki og þá er stakið ekki þar. Aftur 34 eru minni en 53, hendum efri helmingnum. Það er stærri en 25, hendum því fyrir neðan. Það er minni en 43, það er stærri en 34, en nú er eins og engin öðrum stök eftir, sem þýðir að stakið var ekki til staðar. Hvað er tímaflækjan á þessu reikniriti? Fyrirgjöð? N? Log N? Á hverju er það log N? Því við helming alltaf stærðin á fylkinu, hver skipti. Alveg hárrétt. Hérna er kóðin fyrir það, sem við sáum hérna í fyrstu tímanum. Þetta er ekki svo flókið, en samt saman nægilega flókið til þess að það er mjög auðvelt að gera villir á þessu. Þetta er aðeins áhvert að benda á að fyrsti kóðin var birtur 1946. Fyrsti villilaus kóðin var birtur 1962, 16 árum seinna. Jafnvel 2006 funduður villu í Java-safninu, útfærslunni þeirra á kvíundaleit. Þetta er kóðin eins og við setjum upp í bókinni. Við ættum að geta treyst í hans réttur. Hvað gerum við? Við erum hérna með 2 benda, low og high. Það er byrjun og endin á því hlutfylki sem við erum að skoða á hverjum tíma. Og finnum síðan miðstakið, vísirinn á það stak sem er þarna í miðjunni. Þannig að þetta miðgildi hérna. Berum lykilinn sem við erum með við stakið sem er þarna í miðjunni. Ef það er minna en það, þá getum við hent út öllum þeir sem eru þarna fyrir ofan. Það er að segja að við breytum þessum hægildi, lækkum það niður. Ef lykillinn er stærri heldur en stakið, þá breytum við low-gildinu, skoðum bara fylkið þarna fyrir ofan. Ef hvort af þessu gildir, þá skilum við því stakið sem vorum að finna, leitað. Takið eftir við skilum tilvísun í stakið, þar að segja indexinum hvar stakið er. Ef við endum hérna í þessu lykju, þar að segja að þegar að low er orðið stærri heldur en high, þá erum við með engin stök eftir í hlutfylkinu, sem þýðir að þá getur stakið ekki verið til staðar, og þá skilum við -1, það finnst ekki. Þetta er tekið hérna sem 2 samanburðir, þegar við berum saman aðtók hvort það er minna en og síðan hvort það er stærra en. Það má líta á þetta sem 1 samanburð, þar sem við erum með 3-way, við erum með 3 möguleika sem geta komið út, jafnt og minna en eða stærra en. En það má líka breyta kóðunum þannig að við gerum bara 1 samanburð, bara minna en samanburð. Þeir sýna þetta svona til þess að einfalda aðeins kóða og greininguna. Hvernig getum við fullvissað okkur að þetta sé gildur kóði? Jú, við getum alltaf reynt í hann og reynt að samfara okkur. Þetta lítur nokkuð vel út. Ein besta leiðin til þess að rökstyðja af hverju kóði virkar er að nota svo kallað loop-in variant. Fasta yrðing lykju. Það er einhver yrðing, það er að segja röksegð, sem á að gilda í hverju einustu umferð. Hún gildir í upphafi þegar við byrjum í lykkjunni og hún gildir líka þegar við erum búin í hérna lykkjunni. Og hvað er yrðingin sem á að gilda hérna? Hann er svo að ef lykillinn er til staðar, lykillinn þarf að segja þetta stak sem eru leitað, ef það er til staðar í fylkinu, að þá er það inn á milli þessara 2 staka. Það stakið sem lág bendir á og stakið sem hæ bendir á. Já. Nei, ég hef ekki flettið upp. Bælum miðin fyrir næsta tíma. Það verður gaman að vita. Þegar við byrjum, þá verður þetta nokkuð augljóst. Ég meina, low og high eru byrjunum og endinum á fylkinu. Og annarkvort, ef það er til staðar í fylkinu, þá er náttúrulega gildið minna en jafnt á minnsta stakið og stærra en jafnt á minnsta stakið eða minna en jafnt á stærsta stakið í fylkinu. En af hverju gildir það síðan í næstu umferð? Jú, vegna þess að til að mynda, við getum tekið fyrir öllu tilfelli sem gilda, ef stakið er minna en af mid,
þá er það ekki í þeim hólfum sem eru í mitt og þar fyrir ofan. Ekki satt? Vegna við vitum að það er minna heldur stæki sem er í mitt hólfinu og að því fylgið er aðað þá er ekki í þeim hólfum sem eru þar fyrir ofan. Þannig er óhætt að breyta þessu hægildi þannig að vísi í stæki fyrir neðan mittgildið. Svona rökstuðið við að þetta sé uppfyllt í hverju einustu umferð og þannig getum við leitt út að þetta sé rétt. Við þurfum til að líka að rökstuða af hverju við lendum ekki á óndæru lykkju. Af hverju líkur þessu reiknunni einhvern tímann? Það er mjög auðvelt að koma útfærslu þess með klúðrum því, en hérna þurfum við að rökstuða það að annarkvort low eða high breyti gildi einhvern tímann. Þá sjáum við, high breyti gildi, hvernig getum við verið vissum að það sé raunverulega nýtt gildi? Þá þurfum við að tekka á því að mitt gildið má ekki vera stærri heldur en high gildið og það getum við samfært okkur um. Það má heldur ekki vera minna heldur en low gildið og það er verið stöðlust vegna þess að þetta er positíft, þetta er low og þetta er ekki neikvætt. Og þannig getum við rökstutt að kóðin virkar. Við förum ekki mikið í slíka greiningu í þessu námskeiði. Það er að segja, það er ekki aðalfókusin hérna. Við reynum að samfara okkur um það, en við vinnum ekki með svona lúpu fastæringar. En það er hins vegar mjög góð hugmyndi. Ef þið er með einhver kóða sem ykkur finnst að vera flókin, og þá er það yfirleitt bara, mjög lítill hluti sem er flókin. Reyna að spá í hvort þið getur rökstuttað á þannig hátt. Það getur sparað ykkur heila nætur af aflúsun. Ég er ekki að grínast. Það var sagt að tímaflækjan var lokaðinn. Það er alveg rétt. Hvernig förum við að því að rökstuða það? Við ætlum að skoða tvær mismunandi leiðir. Staðhæfingin sem svo tvíundarleit nota mestalagi 1 plus log af n, log með grunntölu 2, þegar hún er að leita í röðu fylgi á stærðinni n. Hérna ætlum við að gera þetta á eftirfarandi hátt. Við ætlum að lýsa þessu sem mismunarjöfnu eða endurkvæmnisjöfnu. Hvað þýðir það eiginlega? Við skilgreinum þetta fall hérna, t af n, það er fjöldi samanburða sem reiknireiti tekur þegar það er að leita í fylki eða hlutfylki af stærðinni n. Við ætlum síðan að tökum eftir að þessi skilgreining, hún uppfyllir eftirfarandi ójöfnu. Fjöldi staka sem við tökum, fjöldi samanburða sem reiknireiti notar að fylgja stærðinni n, er mestalagi fjöldi staka sem við notar að fylgja stærðinni n delt með 2 plus 1. Á hverju? Getur einhver sagt það? Á hverju er þessi jafnagild? Hvað gerist í einni umferð? Í einni umferð Akkurat. Hverju umferð helmingar stærðina á því hlutmengi sem þú ert að skoða. Við gerum með 1 samanburðar, 3-way, það er hægt að gera hann 2-way, og síðan heldum við áfram með restina af fylkinu. Restina af fylkinu er mestalagi helmingur af uppaflega fylkinu. Þá getum við að nota, runni þrepun eða endurkvæmni til að rökstuða að þetta uppfyllir þessa jöfnu. T af n er mestalagi t af n delt með 2 plus 1. Þá má koma með einhver svona jöfnu eða ójöfnu, nú þarf maður að leysa hana og hérna er tiltölulega auðvelt að leysa hana eða sjá það fyrir sér, óformlega, að ef maður flettur ofan að þessu, fyrst að þessi jafna gildir, þá getur maður stungið inn fyrir t af n delt með 2 að það sé mestalagi t af n delt með 4 plus 1. Svo notar maður hann líka fyrir t af n delt með 4 og fær þá þetta hér og heldur síðan áfram þar til við komum niður í n. Hversu lengi getum við haldið áfram
þar til við komum niður í n, eða alltaf þar til við byrjum hérna n-delt 2 og erum komin niður í n-delt með n sem er semst 1, eins og við rökstuddum áður. Við getum helmingatölu mestalagi í log n sinnum. Þannig að þessi fjöldi er mestalagi log n. Þannig fáum við þessa niðurstöðu. Og þá grunntilfelli hérna þegar þú ert með 1 stak, ef þú ert með 1 stak þá gerur 1 samanburð. Annað hvort stakið gildir ekki. Hérna er síðan nákvæmari leið til þess að rökstyðja þetta, notum þrepun. Drifum aðeins upp hvernig þrepun virkar. Þá skiptir maður í fyrst annars vegar grunntilfelli og hins vegar þrepuðatilfelli. Í grunntilfellið er yfirleitt þegar við erum bara með 1 stak. Hvað gerist ef við erum með 1 stak? 1 samanburður. Við erum bara saman við það stak. Uppfyllir það þessa jöfnu sem við erum með hérna? Já, ef n er jafnt á 1, þá segi jafnan, ok, það er þá 1 pluss log af 1, en log af 1 er með 0, þannig að 1 er jafnt á 1. Það passar. Ok, þá leysum við þrepaða tilfellið. Byrjum að segja hvað er þrepuna forsendan og þá ætlum við að nýta okkur það sem þrepuna forsendu að þessi staðhæfing gildi fyrir öll fylgjastæð n mert þar sem að n mert er minna heldur en n. Gefum okkur til dæmis að n sé 64, ok, þá á þessi staðhæfing að gilda fyrir öll fylgjastæð mestarlega 63. Ok, þá nýtum okkur það í þessum rökstuðningi og þá skoðum við hvað reikniritið er að gera í hverju umferð. Jú, það gerir fyrst samanburð, það ber saman við stakið sem er í hólfi n-delt 2. Þetta er sem sagt jafnt og gildið á mið. Já, hérna er ég að gera ráð fyrir að það byrji frá 0 og fer upp í hérna n-1. En það verður náttúrulega hliðra til low. Það eru 3 möguleikar sem getur komið út úr þessu samanburði. Ef það er jafngilt, þá vorum búin að finna stakið, þá vorum búin. Tókum 1 samanburð. 1 samanburð er mestalagi þessi ójafna sem við erum að reyna að staðhæfa. Síðan, ef ekki, þá getum við fengið annarkvort minn n eða stærri n. Ef við fengum minn n, það þýðir það að þá breytir það stærðin af því hlutfylgi sem við erum að vinna með niður í mestalagi n-delt 2. Samkvæmt þrepuna forsendunni þá segir það að það taki tíma sem er 1 pluss logrinn af þeim fjölda sem er n-delt 2. En nú notum við hérna lograregluna sem segir okkur það að log af a delt með b er sama og log af a mínus log af b. Log af 2 er jafnt á 1, þannig við fáum log n mínus 1. Þá styttist 1 á móti þessum 1 og eftir situr log n. Þannig að fyrir þetta hlutfylgi notum við log n stök, pluss samanburðum við þetta miðjustakið, saman gerir það 1 pluss log n. Og þá erum búin, vegna þess að hitt tilfellið er nákvæmlega eins. Það er samkvæmt. Spurningar? Ok. Já, þetta átti að koma hérna inn á milli. Tökum annað dæmi. Við skoðum hérna síðasta tíma eða þar síðasta tíma þetta verkefni, þrísömverkefnið. Muniði, okkur gefið eitthvað fylgi, það er ekki raðað. Við erum að finna, er einhver 3 stök sem summerast upp í 0? Við einfaldasta lausnin er svo að nota 3 rekkjur. Það tekur það bil n-3 a delt með 2 með samanburði. Ef við hugið hérna tilvísanir í fylki núna, ekki samanburði. Er hægt að gera betur? Kemur ykkur hug einhver lausn á þessu, en við segjum sem svo að þetta sé ómikil tími, getum við gert það hraðvirkar. Eitthvað sem er með minni vaxtarhraða.
Fyrir ekki? Já, það lítur að vera. En þið eru ekki í prófi, þannig að þið þurfum ekki að hafa lausnina tilbúna, það er alltaf lagi. Jú, hugmyndin er svo að við getum byrjað að raða fylkinu. Ef við erum að raða fylki, af hverju er þetta auðveldara? Vegna þess að ef við erum komin með einhverja tvær tölur, hvernig finnum við hvort að það sé einhverja önnur tala sem summerast upp í 0? Segjum við erum komin hérna með 30 og mínus 40. Akkurat, við þurfum bara að leita að 10, mismunum þarna á milli. Það sem upp á vantar til að gera það 0. Það þýðir að við erum með spurningum að leita í fylki að einhver ákveðnu gildi. Og þá er náttúrulega sniðugt að geta nota tvíunduleit, vegna þess að við vitum að þá þurfum við ekki heila umferð í gegnum allt fylki, heldur bara lokan umferðir. En til þess þarf fylkið að vera raðað. Þannig að þá byrjum við bara á því, við bara röðum fylkinu fyrst og síðan förum við gegnum öll pör af stökum í fylkinu og gerum tvíundaleit á það gildi sem upp á vantar sem er í rauninni það sem er mínusar summan af hinum tveimur stökum. Og þá sýna þér hérna dæmi, ok, við erum búin að raða fylkinu í vaxandi röð, göngum í gegnum öll pör, byrjum á mínus 40 og mínus 20, leitum að stækinu 60, er það til? Nei. Mínus 40, mínus 10, leitum að stækinu 30, er það til? Það er ekki 30, þetta var mínus 50, afsækið. Þetta var 50, 50 er ekki til. Mínus 40 og 0, við erum að leita að stækinu 40. Gerum tvíundaleit, það tekur okkur 3 samanburði eða 4 að finna að 40 er hér. Þannig að svarið þarna er já. Svona göngum við gegnum öll stök, öll pör fyrir ekki þið og gerum tvíundaleit. Tímaflækjan af því er n í öðru log n. Að því við erum með n í öðru pör og leitin að stæki sem samsvarar þessi pari tekur log n tíma. Þess að vaxtarhraðin er n í öðru log n. Þá þurfum við, það er tímaflækjan fyrir þessa leit, við þurfum líka að taka fyrir hverjir kostnaði við að raða tölunum, en jafnvel með einföldum leitaraðferðum, röðunaraðferðum, komumst að með n í öðru tíma. Og þá er það samanlagt, er það náttúrulega þetta pluss þetta hér, en að því að n í öðru log n er ráðandi þáttur, og þá er þetta það sem að skiptir máli. Snyrtilegt. Og þá vill maður reyna að rökstyðja að þetta sé virkilega betra og við getum gert það með því að gera tilraunir. Þarna hafa þeir gert það með því að prófa þessar mögulegu útgáfur og fá út mikla endurbót. Þannig að ef þú ert með 1000 stök þá virðist ekki skipta miklu máli, en leið þú ert komið 2000 stök þá er það orðið fjórfalt hraðvirkara. Ef þú ert komið 8000 stök þá er það 5000 hraðvirkara. Og svona heldur það áfram. Þannig að við gátum núna ráði við rauninni 8 sinnum fleiri hérna heldur en hér. Og munurinn eykst bara eftir því sem að stærðirnar aukast. Þannig að þetta verður rauninni leiður okkur áfram. Ef við sjáum að reiknirít hefur betri vaxtarhraða, þess að tímaflækjan er fall sem hefur lítinn vaxtarhraða, þá þýðir það yfirleitt að það sé hraðvirkara í praxís. Þegar við síðan þurfum að keyra forritið, þá er það yfirleitt betra. Það er ekki alltaf þannig, en það er almenna reglan. Þess vegna leitum við að reiknirítum sem hafa lágan vaxtarhraða. Tökum hérna annað dæmi. Hérna er smá kóðabútur og líka form að því að verið að skoða og við skoðum í síðasta tíma eða þar síðasta. Hver er tímaflækjan þessu? Hvað er vaxtarhraðin á þessari tímaflækju?
Nú þarf maður aðeins að vanda sig, sko. Takið eftir að við byrjum með einum, við tvöföldum alltaf stærðin á I, meðan að J-gildi fer upp í I. Það er ekki alveg sjálfgefið hvernig þetta er. Við getum ekki bara tekið, þetta er ein lykkja sinnum önnur lykkja og margfalda saman. Hversu oft förum við gegnum ytri lykkjuna? Log n, akkurat. Vegna þess að við tvöföldum í hvert skipti, við getum mestalagi tvöfalda log n sinnum þar til við komum upp í n. Hversu oft förum við gegnum innri lykkjuna? Já, það er málið, sko, það er I, það er I sinnum, það fer eftir í hvað umferð það er. Það segir okkur við þurfum að skoða þetta aðeins nánar, við þurfum að rekja okkur aðeins áfram. Byrjum bara að reyna að prófa okkur áfram. Fyrst byrjum við með I jafnt á 1. Hversu oft förum þá gegnum innri lykkjuna? Einu sinnum, akkurat, bara þegar J er jafnt á 0. Næst verður þeirra jafnt á 1, þá er það ekki lengur. Þetta er lengur uppfyllt. Ok. Næstu umferð af ytri lykkjunni, þá tvöföldum við gildið af I. Þannig að það fer upp í 2. Hvað fyrir þú oft í gegnum innri lykkjuna? 2 sinnum, akkurat. Aftur tvöföldum við I, fáum núna 4, hvað fyrir oft í gegnum innri lykkjuna? 4 sinnum. Næst fáum við 8 og svo 16. I-gildið tvöfaldast alltaf og fjöldi umferðið í innri lykkjunni er jafngildin á I. Þannig að við fáum þessa summu, ef við teljum heildarfjölda hversu oft við framkvæmum þessa skipin hérna í innri lykkjunni, að það er 1 sinni pluss 2 sinnum pluss 4 sinnum pluss 8 sinnum 16 sinnum pluss hvað? Hvað endar þetta? Já, þetta endar svona í nokkurn veginn enni. Það er að segja, þegar við komum upp fyrir ennið, þá hætti það. En það gæti náttúrulega hafa verið dálítið fyrir neðan. En síðasta gildi hérna er allavegana, það er stærra heldur en n deilt 2. Nei, fyrir ekki það. Það er stærra heldur en n, vegna þess að annars lukum við þess ekki, og það er minna heldur en n deilt 2. Ég er að rugla, ekki hlusta það sem ég segi. Reynið heldur að skilja það sem ég meina. Byrja aftur. Hvað er lágmarksgildi hérna á þessu síðustu umferðarfjölda? Ekki n deilt 2, nei. Lágmarksgildið. Til þess að þetta hætti að virka, þá þarf I að vera allavega n. Ok, þannig að það er allavega n. Það er í mestalagi hvað mikið? N sinnum 2, það sé ég meinti, sko. Það er með þess að minna heldur en n deilt 2. Já, þannig að það er á þessi bíli, það er mestalagi spurningum faktor 2. Af því ef við erum að spá í vaxtarhraða, þá getum við gleymt því. Við getum gleymt þessu fasta hvort það er n eða 2 sinnum n. Þannig að þetta er summa á þessu formi hérna. Hvað kallar svona summa? Þetta kallast á íslensku kvótaröð, á ensku geometric series. Hvernig förum við að leysa þetta? Það er ýmsar leiðir. Ein leiðin er svo að, ok, reynum aðeins að einfalda þetta aðeins fyrir okkur, já, kannski einfalda eða einfalda ekki, lítum á þetta því við sögum þetta er það bil n, segjum bara þetta sé n hérna. Það þýðir að næsta gildi fyrir framan þetta var þá n deilt 2, ok, og næsta gildi þar fyrir framan n deilt 4, og svona áfram þar til við komum niður í 1. Og akkur er þetta eitthvað betri summa? Já, þá er þetta rauninni summan n sinnum 1 pluss hálfur pluss 1/4 pluss 1/8 pluss er í hversu lítið sem er. Nú
við vitum að n sinnum 1 er n, en hvað er n sinnum þetta hérna? Hvað er þetta eiginlega mikið? Þetta er 1 akkurat, þannig að saman gerir þetta líka n, sem er þá jafnt og 2n. Ein leið til að sjá af hverju þetta er jafnt og 1 er svo að hugsið ykkur, einhver grískur stærðfræðingur sagði að ef við byrjum að því labba frá A til B þá komumst aldrei þangað. Vegna þess að fyrst þurfum við að helminga fjarlægðina, svo þurfum við að helminga þá fjarlægð, svo helmingu þá fjarlægð, og við erum alltaf að helminga, við komumst aldrei alla leið. Þeir eru aftur svona aðeins vandræði með hérna óendanleikan, það er að segja að við erum með örsmáar stærðir. Við verðum með óendanlega summu, jú, en summan er ekkert rosalega mikil. Þetta verður bara mestalagi 1. Þannig að saman gerir þetta 2n. Þannig að hver er niðurstaðan? Tímaflækjan á þessu reikniríti er línuleg. Þó við séum 2 lykkjur hérna, vegna þess að þetta myndar svona geometríska röð, þá er niðurstaðan bara línulegur. Aðeins svo seint. Ok, þannig að svarið er hérna, við getum formulað þetta með þessari jöfnu hér, sem þið hafa kannski séð. Þannig að þetta er nokkuð niður það sama, en hvað þetta lítur svona út? N deilt með 4 pluss n deilt með 16. Hálfur, já, það er ekki fjarlægi. Ekki öðruveldi, nei. Við sjáum að þetta er fjórðungur pluss 16. hluti pluss 64. hluti. Þetta er minna heldur en þetta hérna vissulega. Þetta er einn skemmtileg hérna myndræn lýsing á þessu. Það eftir fyrsti kassin samsvarar hérna n deilt með 4, ekki satt? Það er hálfur sinnum hálfur, það er 1/4 af öllum kassunum sem er af víddinni n. N deilt með 16, það er hérna fjórðungur og fjórðungur. Svona getum við haldið áfram. 8. hluti, það gerir 1/64 hluti. Getum við haldið áfram inn í óendilegt. Hvað er þá svarið út frá þessu? Sjáu þið það? Sjáu, þá getum við tekið þetta fyrir, tekið þennan hluta sér og sé að ég þekkti hlutin hérna er 1/3 af þessum 3 hlutum. Og ef við skoðum síðan þetta hérna hluta, þekkti hlutin 1/3 af þessu. Og svona heldur þetta áfram óendanlega. Þannig að svarið er sem sagt 1/3 n deilt með 3. En það er til almenn formúla fyrir þessu. Og ef við fáum eitthvað að velta á 3, velta 1/3 og svo framvegis, þá getum við notað þessa ójöfnu hér til þess að fá út fasta lausn. Pása. Fyrirgefðu. Tímaflækjan á hverju? Meina þessi hérna? Svarið hérna er 2, já, fyrir þetta allt saman. Þetta var integral overflow þegar mynd og hæð var komið virkilega hátt upp í háttið. Þá breytist það í mínustölu randomly. Já, ok, akkurat. Að finna miðjupunktinn, svo bara mitt pluss eða locus hæð með 5 og þá er það overflow. Já, ég skil. Það er fyrir að taka það þannig ráð. En þú getur fór að finna þetta. Fyrirgefðu, þú vorst að skrifa þetta. Innilíkt reyndi. Já, málið er sko að þú sér að það fer eftir gildinu á í sem er innilíkt. Já, það er í. Það er í sem við gegnum innilíkt. Það breytist alltaf eftir hvað er innilíkt.
Þannig verður að lesa þetta í samhengi, alltaf, báðir ekki með samhengi fyrir ekki skoða skólafrýsina. Heitin eru þau. Þú ert að tala um þetta hér. Ég vil meina að þessi fjólblá kassa saman er 1/3 af öllum kassanum. Að því ég get skipt upp öllum kassanum í þessa búta. Einn bút er þessi sem er hérna fyrir utan þessa línu hér. Já, ég skipti öllum kassanum upp í svona svæði. Og annað svæði og annað svæði. Og fyrir hvert af þessum svæðum þá rökstuði ég að fjólublá hlutin sé þriðjungur akkur. Já. Einn ekki einn hérna, nei. Ekki með 1/3, já. Ef með helming, þá það þannig, já. Ég næ ekki alveg, hvernig var það? Þegar við skoðum það saman, við getum ekki bara markað þessar tvær leikjur, heldur við að skoða í sameiningu og hversu oft við gegnum báða liðin. Og þegar það er svo breytilegt í innri leikinu hversu það er, þá verður þetta svona sumur sem sumur upp í enn. Af hverju? Það er það sem ég var að segja. Sumar stundi enn, en svo ofta fyrir og bara setja. Það var allir sem kærlega, svo leilum fremd, þeir eru ræður og reglur með þeim fjölda því svæði sem fyrir. Fattar þetta leiðustæður, það fattar þetta. Því á endanum erum við oft virkar það bara að margfalda saman, en það gildir ekki alltaf. Og á endanum þá getur maður alltaf geta með því bara að rekja sig áfram, bara að steppa í gegnum forritið. Bara að telja, hversu oft er ég framkomið þessa skipin. Og hérna var ég bara að telja mig gegnum það, ég bara fór í gegnum þetta mögulega gildi. Það er að segja hérna, þetta var tilfellið þegar I er jafnt og 1, þetta er tilfellið þegar I er jafnt og 2, I jafnt og 4, I jafnt og 8, I jafnt og 16. Þá fyrir akkurat 16 umfyrir gegn. Hvaða umfyrir förum við? Jú, þá fara jóðgildið 0, 1 upp í 15. Hér hins vegar fá jóð bara gildin upp frá 0 upp í 3. Þannig er
búin að telja saman öll pör af I og J sem gefa þér keyrslu, það sem við framkvæmum fyrir. Stundum, já. Stundum. Ég held við sjáum það einhvern tímann. Það mjög flott þegar það virkar. Ok, næsta atriði. Það það þegar við erum að skoða reiknirinn, þá það ekki alltaf þannig að það fastur fjöldi aðgerða sem framkvæmdur. Þrjúsamreikniritið upphaflega var nákvæmlega n í þriðja. Það var alltaf sami fjöldin. En eins og við sáum með tvíundaleit, besta tilfelli við tvíundaleit, þá notum við bara eitt samanburð. Og sömureiknið þá getur verið mjög breytilegu fjöldi. Þannig að þá alltaf spurning hvaða fjöldi erum að telja. Og það 3 mögulegar talningar sem getur framkvæmt. Það besta tilfelli, versta tilfelli og meðaltilfelli. Besta tilfelli, það náttúrulega þegar það besta, þegar það auðveldast eintakið. Það gefur okkur svona eitthvað til þess að stefna að, ef svo má segja. Versta tilfelli náttúrulega mjög pessimistic. Það gefur okkur hins vegar efri mörk, það gefur okkur ákveðið garantí, tryggingu fyrir að það sé aldrei meira en þetta. Þannig það þá ákvarðað af erfiðasta eintakinu. Meðaltilfelli gefur okkur vantifjöldan þegar við erum með slembi inntak. Það getur verið mismunandi fjöldi en það á að vera einhvers konar meðaltal. Það krefst þess eins og að við vitum hvað vantifjöldin, hvað meðalfjöldin, hvers konar dreifing erum við með á inntakinu. Það yfirleitt mjög erfitt að segja fyrir það vegna þess að það fer eftir hvernig það nýtt. Meðan að versta tilfelli það segir eitthvað sem gildir alltaf. Nú það má segja að þetta sé 2 mismunandi skólar, ef svo má segja, hvernig menn líta á þetta. Og reiknitafræði snýst mikið til að greina þessa verstafallstímalækju. En sumir, til að mynda höfundar þessar bókar, eru mikið fyrir að greina meðaltalstímalækju. Og það hefur hvort sína kosti og galla. Og ef maður getur það, þá æskilegt að fá hvoru tveggja. Þannig að það sem við viljum gera átta okkur á þessu tvennu, verstafalls og bestafalls. En átta okkur á því að raungögnu geta verið hvort að þessu. Það getur verið að þegar við erum við raunin að keyra þá uppfyllir að hvorki þessi verstafallstímaflækja nema þessi meðaltalstímaflækja. Þannig að einleið svo að einfalda bara alltaf að hanna reiknitið þannig að það hafi góða verstafallstímaflækju. Það líka önnur leið sem við skoðum aðeins, það svo að nota slembigang, þannig að það ekki inntækið sjálft sem hafa áhrif á tímaflækjuna, heldur það þessar krónur sem við kostum upp. Við sjáum það þegar við fyrir að skoða quicksort-reiknið. Þannig að fræðilega séð þá áhuga á því að skoða mikilvæga verkefni og finna besta mögulega reiknið. Og það besta mögulega það sem hefur bestu tímaflækjuna. Þá meina ég bestu verstafallstímaflækjuna. Og þá höfum við yfirleitt að skoða, vaxtarhraðan. To within a constant factor. Þannig við höfum fastarnir eitthvað sem segjum að sé minna atriði, við höfum mestan áhuga á vaxtarhraðan. Vegna þess að það segir til skalaleikan. Það gefur okkur ákveðna tryggingu og ef við erum með besta mögulega reiknið, þá vitum við að það ekki hægt að þá að leið út neitt betra. Þannig að þetta verður svona aðalfókusin hjá okkur að til þess að forðast það að þessi mismunandi inntakslíkön sem getur komið til greina að þá reynum að fókusera á þetta verstafallstilfelli. Og hérna
til þess notum við eftirfarandi rithátt. Við erum búin að tala þennan tildarrithátt. Þar erum við búin að sleppa öllum þeim liðum sem hafa minni vaxtarhraða. Þannig að ef við erum til dæmis með, segja tímaflækjan sé 10 n í öðru pluss 22 n log n hefur minni vaxtarhraða heldur en n í öðru, þannig að við sleppum þeim lið eftir situr 10 sinnum n í öðru. Hins vegar er mjög algengt að skoða, þegar við erum að skoða vaxtarhraða, þá sleppum líka þessum fasta hérna, þessum 10 og segjum, ok, þetta vex eins og n í öðru. En hérna er dálítið sem fólk getur ruglast á. Það eru þrenns konar tákn sem eru notið fyrir þetta. Það er svo kallað Big Theta, Big O og Big Omega. Theta og Omega eru þessi tvö mismunandi grísku tákn. Theta er yfirleitt það sem við meinum, hefum áhuga á. Það er að segja að það segir til verstafalls tímaflækjuna. Það hefur vaxtarhraða eins og n í öðru. Þannig við viljum flokka reikniriti eftir þessum vaxtarhraða og allir þessi mismandi formúlur hérna hafa allar vaxtarhraðan n í öðru. Hins vegar tölum við oftar Big O. Af því að þá erum við að segja að reikniriti hafi ekki meiri vaxtarhraða en eitthvað ákveðið. Big O þýðir að það hefur vaxtarhraða sem er n í öðru og hugsanlega minna. Þannig geti verið að við getum sagt að þetta reikniriti Big O af n í öðru en raunvaxtarhraðin bara 100 sinnum n. Af því að þessi ritháttur, hann leyfir að það gæti hugsanlega verið eitthvað ennþá ódýrara. Að samaskapi, þegar við erum að þróa neðri mörk og segja að það sé ekkert reikniriti með betri tímaflækju tilmynda, þá reynum að fókusera á þetta omega, segjum að tímaflækja sé allavega n í öðru. Já. Nei, það er minna en það jafnt og n í öðru. Það vext ekki hraðar heldur en n í öðru. Big O. Já. Big O, bæði í rauninni þetta mengi af föllum. Þannig að öll föll sem vaxa ekki hraðar en n í öðru, þau segjum við að séu of n í öðru. N í þriðja vex eins og hraðar, þannig að það er ekki, tilheyrir þess ekki. Hins vegar, ef við erum að tala svona neðri mörk, þá hefur við áhuga á að omega og það er þá föll sem vaxa allavega eins hratt eins og n í öðru. Og hugsanlega geta það vaxa eins og n í þriðja eða jafnvel n í fimmta. Okay. Þannig þetta er rithátturinn, þetta er það sem við reynum stefnum alltaf að. Þegar við erum að meta reikniritt, þá reynum við að meta hvað Big O tímaflækjan er og síðan þegar við metum neðri mörk, þá reynum við að leiða út einhver lágmark á það. Ein leið til að líta á þetta svo að Big O, það gefur okkur til kynna að það sé innan einhvers ákveðin þröskulds. Það sé ef tímaflækjan er f af n, þá segjum við, ok, við erum ekki áhuga á hver fastin er, þannig að geti verið eitthvað meira, til dæmis 10 sinnum meira, en það er bara ákveðin fasti. Það getur líka verið allt sem er hérna fyrir neðan, að þetta er bara efri mörk. Tildarithátturinn, það gefur okkur hins vegar nokkuð þétt mörk, þannig að eftir því sem inntaksstærðin stefnir óendilegt, þá verða þessi mörk eiginlega mjög nákvæmari og nákvæmari. Þannig þetta er þessi tveir mismunandi rithættir sem við munum tala Big O og Big Theta, það er vaxtarhraði, tilda, það gefur okkur nákvæmar. Varðið tímaflækjun, já. Það er það sem ég er að segja. Tilda og Big Theta, tilda þá tekur þú fastan með, Big Theta þá tekur hann ekki með. Ok, þannig að þegar við greining reiknirita, eða reikniritafræði gengur þá út á að skoða svona grundvallarverkefni og reyna að finna besta mögulega reiknit fyrir það. Þannig að
Við leiðum það annars út efri mörk og eins og neðri mörk fyrir verkefnin. Efri mörk fyrir verkefni, þá gefum við reiknirít sem hefur góða tímaflækju. Til að mynda, þetta bætta reiknirít okkar, það hefur tímaflækjuna O af n í öðru log n. Það segir okkur að það sé til reiknirít með þessa tímaflækju. Þannig að þörfin til þess að lesa verkefni ekki meira en þetta hér. Neðri mörk, þá reynum við að sanna að það sé ekkert reiknirít sem getur staðið sér betur. Það er til dæmis sem dæmi þetta, ég er ekki að segja að þetta sé besta dæmið, þetta er eitt af því sem við getum auðvitað sagt, er það að til þess að leysa þetta verkefni þá verðum við að skoða öll stökin í fylkinu, óhjákvæmilega. Það tekur línulegan tíma að skoða öll stökin í fylkinu, þess vegna er tímaflækjan fyrir besta mögulega reiknið til að leysa þetta verkefni omega af n. Það tekur allavega línulegan tíma, hugsanlega meira, við vitum það ekki ennþá. Og reyndar er það opin spurning hvar nákvæmlega það situr. Þannig að þetta er eins og hann segir, þetta er opið, hvað er besta mögulega reiknið fyrir þetta þrjúsam, er til reiknið sem er Dóttir mín læra að syngja henni, þá byrjaði hann alltaf því, hún er alltaf að gera eitthvað og það er til þess að koma tungun í stað og svona. Ég þyrfti að gera það fyrir fyrirlestur líka til þess að. Já, ég skilji hvað ég meina ekki það sem ég segi, er það ekki? Subquadratic því þá vex hægar heldur en kvadratist, hægar heldur en n-jöður. Er það mögulegt? Við vitum það ekki. Eða á móti er til neðri mörk sem er þá omega af n-jöður. Aftur, við vitum það ekki. Nú, og svo ég er aldrei endurtaka hérna, það gengur aldrei út á svona reiknirít hönnun, við reynum að þróa reiknirít og reynum að finna neðri mörk. Og síðan finnum við að það er eitthvað gatan á milli, þá reynum við annarkvort að hækka neðri mörkin eða minnka efri mörkin, finna betri reiknirít til þess að fá lægri efri mörk eða betri neðri mörk með betri sönnun, á það sé ómögulegt. Og það eru mismunandi álit á þessu, points of view, þannig að er ómikil fókus á verstafalltilfelli. Af hverju er svona skoðuð verstafall en ekki bestafall eða eitthvað annað? Ein ástæður er svo að Murphys lögmál, maður keyrir reiknirít nægilega oft, þá eru alltaf mjög mikla líkur á því að slæm tilfelli komi fyrir. En rauninni það sem við viljum að endanum er einhvers konar mat á því hvernig virkar það fyrir mig. Og þá getur verið mikilvægt að hafa nákvæmari greiningu. Það tekur hins vegar yfirleitt meiri tíma að þróa slíkt. Hérna er dæmi staðhæfingar sem við getum sagt. Til að mynda, brútforcereiknirítið okkar fyrir þrjúsam, það tekur tíma þeta af n í þriðja. Það vex eins og n í þriðja. Þannig að við vitum bæði að það vex mestalagi n í þriðja og það vex líka allavega eins hratt eins og n í þriðja. Það er nákvæmlega, það er akkurat 3 lykkjur. Hérna er opin spurning, verstafallstímaflækjunum fyrir nokkuð mögulegt reiknirít er omega af n í öðru. Þriðja staðhæfing, insertion sort sem við komum til að sjá í næsta tíma er einföld leið til þess að raða, tekur big O af n í öðru til þess að raða fylki með n stökum. Það er að segja, hérna erum við að telja samanburði. Í bestafalli tekur það tilde af n og í verstafalli þegar að fylkið er í öfuru röð þá tekur það tilde af n í öðru deilt með 2. Þannig að það fer eftir inntækinu hvað flækjustig er. Annað dæmi, tvílitatré, hvað er versta mögulega hæð á slíku tré, hún er línuleg. Hvað getum við sagt tvílitatré sem er búið til af slempi innsetningum, þá er hæðin mun minni, hún er big O af log n.
Þetta er dæmi það sem að við myndum vilja segja reiknit. Spurningar? Þetta ætti að vera svona mest heavy af því sem þið séð hingað til. Þannig að ef þetta er eitthvað flókið þá er það alltaf lægi. En þið vonandi þjálfist aðeins í þessu að hugsa á þessum nótum eftir því sem líður á námskeiðu. Þá ætla ég aðeins að skoða hérna plássmælingu. Við setjum mestan fókusin í að skoða tímaflækju, en pláss getur líka verið afar mikilvægt vegna þess að þegar ekki til meira pláss, þá er ekkert sem við getum gert. Það getur sagt, jú, en við getum notað sýndarminni sem er miklu stærra heldur en raunminnið, en ef maður fer að nota sýndarminni þá þurfum maður að skrifa út á disk og fram og tilbaka og þá tekur allt saman miklu lengur. Það tekur milljón meiri tíma að lesa eitthvað út á disk heldur en að lesa það í minni. Þannig að ég geti séð að þá fer forritið fyrst að taka langa tíma. Þannig að yfirleitt skiptir ekki máli hversu mikið pláss við notum, svo lengi sem það sé ekki of mikið. Nú þið þekkja náttúrulega þessi hugtök, biti er annarkvort 0 eða 1, bæti eru 8 bitar, megabæti er túlkað á 2 mismunandi vegu, annars vegar það sé milljón bæti eða sé 2 í 20. bæti. Sumir jafnvel rugla með þetta og segja að þessi 1000K, sem er þá 1024.000, 1.024.000 bæti. Nú, þar til nýlega þá hefum við gert ráð fyrir að við séum með 32 bita vél sem notar þá benda sem eru 4 bæta, en nú eru flesta vélar orðnar 64 bita og þá verða bendarnir 8 bæti. Það þýðir að við getum þá vísað í stærra minni, en það þýðir líka það að bendarnir taka þá 2-falt meira pláss. Reyndar er þeim stundum þjappað til þess að forðast þetta. Nú hérna er þá mælingin, svona förum við að því að mæla plássþörfina. Hvert af þessum grundtögum hefur ákveðna fasta stærð, til að mynda int tekur 4 bæti, double tekur 8 bæti. Síðan erum við með fylgi af stökum og ef við erum með fylgi af n stökum, þá er það línuleg stærð af fylginu, þar sem að fasteindirnar fer eftir stærðan á grunntæginu. Ef við erum n int, hver int tekur 4 bæti og saman tekur það 4 sinnum n. En síðan líka ákveð overhead sem er 24 bæti fyrir hvert fylgi. Ef við erum með tvívítt fylgi, þá margfaldast þetta aftur með annari vítinni sem með hinni vítinni. Ef við erum hins með hluti, þá fer að bætast við dálítið overhead. Hlutir hafa fyrstulega overhead upp að 16 bæti, síðan er tilvísinu hlutin, það er önnur 8 bæti, og svo er svona padding, eða hvað þýðir það? Pökkun. Hvað sagðirðu? Fóðrun, já, mjög gott. Við fóðrum að þannig að hver hlutur notar margfeldi af 8 bætum. Þannig að sem dæmi hérna erum við með þennan hlut, dagsetning, og það tekur þá 16 bæti overhead pluss 4 bæti fyrir dag, mánuð og ár. Það erum við komin upp í 12 pluss þetta 28, en að því þetta þarf að vera margfeldi af 8, þá bætist við 4 bæti hérna í svona fóðrun. Hérna er annað dæmi, hérna erum við með streng að lengdinni stærðinni n. Þá tekur það það bil 2 sem n bæta minni. Á hverju vegna þess að hérna tekur char gildið 2 bæti. Hvert char er 2 sinnum n pluss overheadið fyrir fylkið. Síðan er tilvísinu í fylkið inn í þessum hlut.
og síðan bætist allt hitt við eins og það var áður. Leggjum þetta saman, fáum út 264. Nú, þetta ekki flóknir reikningar, en þetta eitthvað sem mikilvægt að hafa í huga. Og hérna annað dæmi þetta. Þetta svona samantekt á þessu, ef við erum með eitthvað á þessum formi. Til að mynda, skoðum þennan hlut hérna, þennan klasa Weighted Quick Union Find. Hvað notar hann mikið pláss? Ef við erum með n stök. Svarið þetta fylki hérna notar 4n, af því þetta heiltölur. Þetta hér 4n. Síðan erum við með overhead fyrir hvort fyrir sig, 24, 24. Og eitthvað bætist við viðbót. Það eru 4 hérna. Það þessi tilvísun. Og þessi tilvísun. Og svo síðan þurfum við að telja hérna þetta hér. 48, 40. Já, hvernig telja ég með 40 viðbót? Vantarlega erum við með hérna ok. Best að segja sem minnst maður ekki viss. Já. 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 Það sett hann upp þannig að það standist alltaf á. Þannig að þú getur verið að vísa í 8 bæti sem samfleytt. Ef það væri ekki, þá myndur þú þurfa að vísa það svona á skakk á skjön. Þannig að þá myndur þau runni þýða 2 tilvísanir. Það þá dýrara að fletta því. Það hugmyndin með þessu padding. Já, hérna kemur rökstuðningurinn, ok. Akkúrat, við erum 4n plus 24 fyrir hvort fyrir sig og plus 8 í tilvísunina, 4 bæti hérna, síðan komum þessi 4 bæti í padding og síðan eru þessi 16 bæti hérna, já, fyrir overheadi á þessum hlut hérna. Það er Weighted Quick Union hlutum sjálfum. Þannig að saman gerir það 88. En eftir þess að menn verið stærra þá stefnir þetta 8 svona menn. Ok, stutt pása. Ég er með smá viðbótarefni. En mér langaði að benda ykkur á hérna þessa forritunarkeppni. Við höfum haft á hverju ári sem kallum forritunarkeppni HR. Ég hvet alla til þess að stefna því að mæta. Þó ykkur finnir sjálfsagt því sé ekki tilbúin til þess að taka þátt í einhverju keppnum, þá lærið þið mikið á því. Þetta þjálfa mann að vinna undir pressu, vinna hratt og vinna vel. Og ég geta jafnvel þó að þið gerir ráð fyrir að vinna ekki í þetta árið, þá alltaf betri möguleikar næsta árið eða þá betra að vera undirbúin. Einu sem þið þurfið að leggja í þetta eru 5 klukkustundir sem fara fram hérna á 4. október. Ég hugsa að það verði líka æfingar, en þessi keppni þannig uppsett að hún haldin á öllum Norðurlöndunum samtímis. Þannig einhverju 12 til 15 skólar og þannig við erum rauninni að fá keppni við alla nemendur á Norðurlöndum. Þetta eru 3 manna lið sem taka þátt. Hvert lið fær bara 1 tölvu. Menn þurfa að læra að vinna saman og aðeins að þjálfast kannski að vinna á pappír vegna þess að það er bara 1 sem getur nota tölvuna saman hverjum tíma. 3 í liði. Dæmi hvernig dæmi verða, já, ok. Förum hérna á síðuna.
Það eru sem sagt 9 til 10 til 11 dæmi sem hver fær og málið að þið þurfum að nota þjón sem líkur Músak og fá nákvæmlega rétt svar. Og þetta mjög harður þjónn vegna þess að hann svarar bara annarkvart virkar eða virkar ekki. En kosturinn sá að til þess að komast þokkalega vel að blaða þá dugar rauninni að leysa bara 2 verkefni af þessum 10 á 5 tímum. Sem fyrsta verkefni mjög auðvelt og það var bara spurning, náðu að leysa verkefni nr. 2. Og þá þarf maður að testa hlutina vel áður maður sendir það vegna þess að maður er síðan rukkaður 20 mínútur viðbót fyrir hverja lausn sem maður sendir inn sem er vitlaus. Til að skoða dæmi, þá getum við skoða hérna eldri keppninar 2013. Þannig getum við séð stöðuna þar. Þetta var heildarstaðan og hérna erum við með íslenska liðið sem náði hérna í 16. sæti. Þá er þetta af þetta er yfir alla sem tóku þátt en ef við skoðum yfir þá sem eru af þessum ekki allir sem eru gildir, það er ekki allir sem eru háskólanemar, það er líka viðbótar þáttaka. Þannig að ég held að þeir hafi verið ég man ekki eins og hvað það var. Í hvað sætið voru hérna yfir hérna allavega topp 10. Og þeir sem að sigra þessa keppni, þeir fara síðan á framhaldskeppni sem verður haldin í Hollandi í nóvember. En dæmi verkefni, hérna er verkefnasettið, það eru hérna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Við sjáum hérna út frá stöðinni hvað var auðveldasta verkefnið, það er að segja, þegar maður fer hérna niður, hérna komið 4 lausnir, komið niður í 3, niður í 2. Þetta var aðeins auðveldari keppni kannski heldur en áður. Og það eru þessi 2 verkefni greinilega sem eru auðveldust, annars var A og hins vegar B, C, D, E, F, G. A og G sem voru auðveldust. Við sjáum að hérna, þetta eru mínútur sem tók til að leysa það. Við sjáum að fljótustu liðin voru 10 mínútur, 7 mínútur, 6 mínútur að leysa fyrsta verkefnið. Allt niður í þetta hérna, 3 mínútur að fá rétta lausn. Þetta er KTH í Stokkólmi. Þeir hafa löngum verið sterkir og þeir hafa meira þess að átt lið sem náði inn í úrslitin, heimsúrslitin, sem er rosalega erfið keppni. Vegna þess að Rússar sérstaklega og líka Kínverjar eru með æfingabúðir í þessu. Þeir hafa byggt út með þetta kattiskerfi, já. Þeir eru með námskeið líka sem þjálfar fólk í þessu. Reyndar höfum við verið með eitt sem við verðum kannski í boði í næsta vor, áhrifarík forritun og lausn verkefna, sem snýst meðal annars að leysa svona. Læra líka þá lausnatækni sem þarf til þess að leysa hluti skilvirkan hátt. Og þetta er ekki bara upp á grín vegna þess að fyrirtæki horfa oft mikið á þetta. Ef mér standa sér vel í keppnum, að þá stóru fyrirtækin beinlega headhunta þá sem eru góðir í þessu. Þannig að þetta hefur eitthvað upp á sig að vera að standa í því. Fyrirgefðu? Nei, það er alltaf önnur keppni. Það eru margar keppnir í gangi. Það er einhver IEEE keppni sem að 24 tíma keppni. Þetta var okkar lið nr. 4 af 2200 liðum. Pælið í því. Það var Bjarki Ágúst Guðmundsson og Tómas Ken Magnússon og þriði maður með þeim þar var held ég hann Helgi. Helgi er útskrifaður. Dansparti, jú, var það ekki? Ég hugsa það, já. Það er val C++ eða Java eða C.
5 tímar. Hmm. 182 mínútur, það ekki nema 3 tímar. Já, samtals, já. En það var lagt tími sem það tók fyrir öll verkefni saman, skilur. Það er svona lagt saman, þeir skilu síðasta verkefni hérna eftir 204 mínútur og þá var það lagt saman í tíma sem það tók til að leysa all hinn verkefnin. Þessi keppni hefur í gangi svona í allavega 15-20 ár held ég. Þetta er sem sagt þetta er rauninni keppnisröð sem ACM stendur fyrir, stendur ACPC, International Collegiate Programming Contest og þessi norræna keppni er svona eins konar úrtakskeppni fyrir norðvestur-Evrópukeppnina. Og það eru sem sagt 4 Evrópukeppnir og þar síðan skila sér inn í heimsúrslitin. Já, alveg rétt. Við byrjum að skoða það, já. Ok. Það bara að taka sér tími í það. Hérna er dæmi 1. Þið verður að vera búin að finna rétt dæmi til að lesa gegnum textan og kóða það. Ég skil ekki hvernig ég gerði þetta á 3 mínútum. Já, þeir þekkja þetta. Þeir þekkja þetta vissulega. Þetta er sennilega mjög auðvelt dæmi. Getur einhver séð hvað þetta geti verið? Það var stakkað þetta. Einhver búinn að átta sig á því? Ok, ég skal lýsa þessu í íslenskum orðum. Það er semst þannig að þessi bóndi, hann er með eitthvað safnað trjám og hann ætlar að planta þessum trjám. Hann vildi klára það alltaf mann eins fljótt eins og mögulegt er. Málið er að hann getur bara plantað einu tré á hverjum degi og hvert tré tekur mislanga tíma að vaxa. Þannig að hann vill rauninni að klára það þannig að öll trén sem vaksin sem fyrst. Hann getur valið í hvaða röð hann plantar þessum trjám. Hvernig finnur hann á hvaða degi öll trén hafa vaxið? Þannig gefur sem sagt inntækið, það eru 4 tré og þetta hafa taka 2, 3, 4, 3 daga hvert fyrir sig. Það er ekki bröðið það tré sem er lengst í að vaxi. Já, sem er? Það tré sem er með hæstu börnuna í börskeiða þannig. Já, ok, hvernig myndur þú ráða trjánum þá? Akkurat. Þú vilt byrja á því tré sem tekur lengstum tíma að vaxa. Þannig að þú vilt raða þessu í öfugur röð. Og síðan því sem tekur næst lengsta tíma og þar næst lengsta. Ok. Hvað er þá lausnin? Af hverju er svarið hérna 7 til að mynda? Já, það er þá +1, það ætti þá að vera 5 eða að vera fyrsta tréð sem væri þröskuldurinn.
Aha. Þetta tré verður búið eftir á degi 5. Sagt að við byrjum með dagi 1 ára búið eftir dag 5. Næsta tré verður búið eftir degi, byrjum með degi 2, þannig að það aftur verður búið að degi 5. Hérna byrjum með degi 3, tekur 3 daga, það verður þá tilbúið á degi 7. Saman með þetta hérna. Þetta byrjur á degi 4 pluss 2 daginn eftir, þetta er á 7. Hámarksgildi hérna er 7. En það er ekki endilega aftasta tré. Þú getur verið með eitthvað gildi eins og 10, 10, 1 og þá sjáum við að fyrsta tréð er tilbúið á degi 11, næsta gildi er tilbúið á degi 12, þriðja tréð er tilbúið á degi 2, 3, 4. Það er rauninni tréð í miðjunni sem er á tilbúið síðast. Hvernig förum við að því að leysa það þá? Við röðum þessu öfugur röð og síðan göngum við gegnum það og skoðum númerið sem það næri í, það er I, pluss gildið sem þú vart með hérna, pluss 1. Þannig að hámarksgildið af því. Og þetta er ekki oflókið, þetta er auðvelt að lesa þegar maður veit hvað það er sem maður er að gera. Sko. En þetta eru svona orðaspurningar sem gera málið kannski aðeins flóknara. Það er fleiri dæmi hérna, já. Ég bendi ykkur bara á hérna á restina af þessu. Það tekur tíma að lesa þessi dæmi. Við getum verið allan daginn við það. Ég hins vegar allir að nefna hérna eitt atriði viðbót. Ég vonaði hafið þolinmæði í smávegis. Það er að segja endurkvæmni. Og hvernig maður leysir endurkvæmni reiknit. Akkur er ég með? Það er ekki búin að vista það þá. Það var hann gæfilegt. Þetta er þessu, Fibonacci-tölur. Einfaldasta endurkvæma fallið sem við hefum séð. Það er skilgreint þannig að endurkvæma hátt. Við fáum töluna 0, 1 og síðan næsta tala er tölunar á undan. Það er þá 1, tvær tölur undan, það er 2, 3, 5, 8 og svo framvegis. Og þetta er okkur dæmi ef maður er hérna með kanínur sem fjölga sér, það fjölga sér samt ekki næsta mánuð, það taka 2 mánuði í að verða fullorðin. Eða mánuð. Þannig að það verður þá fjölga sér ekki næsta mánuð heldur mánuði þar á undan. Þá verður þetta Fibonacci-tölurnar lýsa þá heildarfjölda kanína sem eru til á hverjum tíma ef það eru það óvandalega mikið af mat. En það kemur við sögu ótrúlega oft. Það er mjög gaman að þessu hvernig það birtist í náttúrunni til að mynda eins og þessum furukönglum að það er átt að teikna svona línur. Fjöldi línana hérna samsvarar akkurat Fibonacci-tölu í þessu tilfelli 13. Það sést líka á blómkáli. Það er fjöldin held í 8. Og ótrúlega margir aðrir staðir. Hérna er þá einföld útgáfa þessu. Þetta reiknar út Fibonacci-töluna af n. Við bara kollum á endurkvæmt á fallið fyrir n-1 og fallið fyrir n-2. Er þetta rétt laust? Er þetta rétt reiknuritt? Gott. Er þetta gott reiknuritt? Nei. Af hverju ekki? En hvað er að því að kalla það recursivt? Á hverju? Endurkvæm köll sem slík er ekki endilega slæm. Hvað er vandamál við þetta sé endurkvæmni hérna? 4 í röð? Nei. Já. Já. Já, ég veit það. Það er besta lausnarferðin. En hvað er að þessari? Af hverju er þetta? Já, við þurfum að reikna okkur alla leiðina niður. Það er rétt, já.
Við býr til runa funksjónköllum, já. Það verður mikið af funksjónköllum sem verða til hérna. Hversu mikið? Já, maður gera sumar hluti oftar en einu sinni. Takk ég eftir. Þegar ég kalla á til þessum FA50, þá kallaði fyrst á FA49 og svo FA48. En FA49 kallar á FA48 og þá notar ekki niðurstöðuna sem var komin út í þessu FA48, heldur það síðan áfram. Við kallum FA47 og það gerum við með þess að 3 sinnum. FA46, það verður kallað á það 5 sinnum. FA45 verður kallað á 8 sinnum. Og FA44 verður kallað á 13 sinnum. Fibonacci-tölurinn gefa mér þess að hversu oft kallað á sama fallið til mér reikva okkur niður. Og vegna þess að Fibonacci-tölur hafa veldishraða, Fibonacci-fallið veldisfall, að þá verður líka veldistímaflækja þessu. Hver lausnin við þetta? Jú, lausnin svo að það hægt að gera þetta í einfaldari lykkju. Þetta iteratífi leiðin til þess að gera þetta. Þetta eyðir ekki neinu. Það forðast við að endurtaka þessu kalla aftur. En það sem við viljum læra á þessu líka það að þetta ákveðin svo kalluð dæmi lausnaraðferð, svo kalluð kvika bestun, sem í rauninni snýrum það forðast það að reikna saman hlutin oftar en einu sinni. Og önnur leið til að gera þetta kallast svo kallað memorization. Muna það sem þú hefur þegar gert. Það góð þessi setning hérna. Those who do not remember the past are condemned to repeat it. Og hugmyndin svo að leggja alltaf á minnið það sem þú er búin að reikna. Þannig að það alltaf allt í lagi að vera með endurkvæm kall hérna, bara ekki keyra sama endurkvæma kallið aftur. Það hugmyndin hérna, bý hérna til þetta fylki sem upphaflega bara núllstilt. En þegar það hefur einhver gildi, þá geymir það þá niðurstöðu sem við erum búin að reikna. Þannig að við tekum á því, ég búin að geyma stakið til að mynda FA46? Var ég búin að reikna það? Ef svo þá það hérna í fylkinu. Þá skila ég því tilbaka. Ef ég ekki búin að reikna það, þá framkvæm ég endurkvæma kallið. Fyrirgefðu? Já. Hvað með fylkinu? Já. En þú kemur ekki til með að reikna stærri töl heldur en FA1000. FA100 er sennilega of mikið til að rúma fyrir meira þess að í 8-bita heiltölu. Þannig að þú þarf þá að öðruvísi tölur, geyma mjög stóru tölur við allar reikna stærri Fibonacci-tölur. Það vex mjög hratt, já. Það vex rauninni það bili eins og gullinsnið í veldinu n. Gullinsniðið tala 1,61, eitthvað áfram. Það er þessi tala hér, golden ratio, það byrja 1,68 sem er hérna 1 pluss rótina 5 deilt með 2. Þannig að það er veldisfall. En sjáu þið, með þessu, þá erum við komið leið til þess að reikna þetta, en við endurtökum aldrei sama kallið, oftar en einu sinni. Þannig við framkvæmum FA45 bara einu sinni, FA44 bara einu sinni. Já. Já, flott. Það er ótrúleg bæting. Þetta er einn mikilvægasta aðferðin sem við höfum í kassanum til þess að glíma við erfið verkefni. Ég veit þér eru orðin þreytt en ég ætla ekki að halda ykkur lengur, þó ég vildi tala meira. Og við snúum okkur að röðinu næstu viku. Hvar er þetta?